Hjartanlega velkomin á þennan kynningarfund ferðina Hjarta Skotlands sem að við ætlum að fara næsta vor, eða sem nú reyndar orðið sumar í Skotlandi, dagana 4. til 11. júní. Ég bara sjá það stendur hérna, við vorum búin að setja dagsetninguna en það greinilega ekki. Byrjaði þú á réttum stað? Ég veit það ekki. Það ekki gott að segja hvort ég byrjaði á réttum stað. Nei, ekki allt viss það sko. Við skulum fara tilbaka. Við förum tilbaka og hættum að deila þessu. Já. Alveg, þú spjalla bara við á meðan. Já, segi eitthvað skemmtilegt. Segið eitthvað skemmtilegt. Við erum búin að vera að vanda okkur rosa mikið við það að græja kynninguna og allt það, vorum búin að setja dagsetninguna á forsíðu, allt var það að vantaði dagsetninguna og svo bara var þetta ekki rétt. Þannig að sína þeim alltaf fínu mínu. Það er flott. Já. En við leggjum á stað 4. júní og það sami dagur og við vorum núna þessu ári. Já, það akkurat, sami dagur, sem svolítið skemmtilegt. Það var væflast fram og tilbaka með dagsetninga með vorum að finna þeim fullkomna stað og með þar að skrifstofunni og allt svo leys. En svo lentum við bara akkurat á þessum dagsetningum aftur sem var bara ætlað að verða. Já, finnilega. Já. En við ætlum aðeins að tala okkur, tala hvers vegna við erum að fara í skosku hálöndin, hvernig ferðatilhögunin og alla þessar praktísku hluti varðandi ferðina. Já. Og aðeins hvað var sagt síðustu ferð og svo tökum við spurningum. Já. Það nefnilega fólk stundum sem kemur nýtt og veit ekki kannski alveg hverjar við erum. Já, það kemur fyrir. Já, kemur fyrir. Margir vita nú, erum farnir að vita hverjar við erum, en við getum nú ekki fullist að allir vita það. Nei. Þannig að við ætlum bara að byrja að segja stuttlega frá okkur hverjar við erum og hvað var til þessa að þessi ferð var til. Og við eigum báðar þessa sögu að vera næm börn og elska náttúruna og hafa tengst náttúrunni svona sveitastelpur, og hafa skynjað alls konar orku í náttúrunni sem maður kunni kannski ekki að færa í orð, maður var yngri. Nei. En lærði orðin yfir eftir því sem maður var eldri og fór að feta svona andlegu brautina. Og svo kannski náttúrulega í kjölfar bæði þessara áfalla og bara eftir okkar lífskunnuna þá fórum við leitandi meira og meira út í náttúruna og sækja í náttúruna sem ákveðna leið til að heila okkur ásamt öðru af því að þessar hefðbundnu leiðir þar voru einfaldlega ekki að virka. Já. Náttúrulega fórum þessa hefðbundnu leið að fara í skóla og fara í háskóla og svo eftir það var það verið að klifra metorðastigann og öðlast meira og meiri ábyrgð í lífinu og það snýrist lífið svolítið. Meiri ábyrgð, meiri laun og eins og maður hélt að lífið ætti bara að vera. Já. En í dag þá sitjum við og tökum við skilaboðum frá ljósfærum og leyfum öðrum að njóta þess með okkur. Já. Og allt sem við kennum og nema Englaríki, eða allt sem við leiðsegjum í skulum við segja, nema Englaríki miðlað af okkur. Allt annað sem við erum með í skólanum. Og við vorum útskurðaðar óendurhæfanlegar eftir okkar lífskunnun. Við vorum búin að reyna svona þessa hefðbundnu eftir endurhæfingu gegnum virk og Reykjalund og hitt og þetta og fundum bara ekki lausn þar. Þannig að lausnin lá í öðrum leiðum fyrir okkur og þannig í rauninni var þessi skóli, Starcoach-skólinn á Íslandi eða Starcoach Academy til. Og síðan þá höfum við bara verið að fylgja hjartanu og eitt af því sem hjartað og ljósvörurnar leiðbundu okkur að gera var að setja saman þessa ferð og að leiða fólk Skotland með hjartanu á þær slóðir þar sem við höfum upplifað stórkostlega hluti. Já. Svona aðeins, lykilþættir í starfinu okkar hjartaðagurinn sem andlega samfélagið okkar á vefnum og þar erum við með mánaðarlegt þema og bara frábær hópur kvenna í dag sem kemur saman, við erum með Zoom-fundi, hugleiðslur og ýmislegt fleira og erum að vinna alltaf með þetta þema og spurningar og annað. Þetta þróunarhópur, þetta má eiginlega segja þessi stór þróunarhópur eða svona andlegur skóli á vefnum, í rauninni óháð staðsetningu. Og
Já, það er svo skemmtilegt. Við erum með fólk sem býr í útlöndum, já, svona. Það er frábært og fjölbreytnin er mikil og það sem er náttúrulega frábært við hjartaðakurinn er þessi tenging sem við getum myndað og er í gangi allt árið af því að við þurfum ekki bara að vera andleg frá september og til nóvember og janúar til apríl, sko. Svo eru það ljóskóðarnir sem að Hrafn miðlar fyrir hvern og einn og við notum ljóskóða mikið í okkar vinnu og okkar námskeið, löngu námskeiðin okkar snúast svolítið og ljóskóðarnir voru kjarninn í því að upphafið af þeirri vinnu. Og í þín persónulega umbreyting sem er 9 mánaða ferðalag þar sem við förum djúpt inn á við og skoðum hver við erum og hver eru okkar draumar og hvernig við raungerum það og það var svona kveikjan að skólanum af því að við fórum í gegnum þessa 9 mánuði sjálfar og tókum við efni frá ljósferðunum og algjörlega magnað efni sem við höfum aldrei geta fundið upp í haustum á okkur sjálfum. Ekki með heilanum. Nei. Það er ljóst. Nei. Og nú hefur það annan námskeið, framhaldsnámskeið komið sem heitir Lifið þinn tilgang sem er framhald af þessu námskeið og það námskeið er fullt núna í vetur sem er eiginlega bestu meðmælin með grunnnámskeiðinu er að framhaldsnámskeið fyllist alltaf. Algjörlega frábært, já. Svo er það englareiki heilunin sem er bara dásamlega mjúk og öflug heilun af þeim sem að við erum búin að kenna okkur bara við. Fleiri eru farin að kenna englareiki bara töluvert margir búin að læra þá aðferð að við sofum svolítið í þessa mjúku, notalegu orku sem að við höfum aðgang að með því að tengja við þessa englareiki orku og það gerir okkur svo gott. Og svo rekum við verslun sem heitir Orkusteinar og þar er hægt að kaupa leiðsagnarspil og kristalla og skart og hitt og þetta og þess á milli erum við að halda erindi og fyrirlestra bjóða upp á einkatíma í leiðsögn svona leiðsagnatíma og halda ýmist fjölbreytt námskeið, þannig að það er bara alls konar á döfinni hjá okkur. Flest það sem okkur þykir skemmtilegt. Já, það gerum við. Já. En aftur að ferðinni. Já. Og hvers vegna skorsku hálendi? Já. Við eigum báðar svona sterka tengingu við Skotland og ég man bara þegar ég var yngri og það kom skorskur þáttur, ég elskaði til dæmis Hálendahöfðingjann og alltaf þegar komu myndir frá Skotlandi eða tónlist frá Skotlandi að þá kviknaði eitthvað svona inn í hjartanum mér. Þannig að ég hef alltaf fundið þessa tengingu og því alltaf fundist ég vera að horfa á eitthvað sem ég þekki þegar ég sé myndir frá Skotlandi. Já, og svo náttúrulega þegar við fórum að fara til Skotlands að þá var svona þessi tilfinning það var að við þyrftum að vera að fara þangað, þyrftum að vera að heimsækja svona heimþrá eftir einhverju sem við þekktum ekki. Já, og langaði aftur heiminn við höfum aldrei komið okkur. Nei, og þessi sterka tilfinning að koma marga staði sem við höfum farið á að við höfum verið þar áður. Já. Og líka bæði fyrir líf sem við höfum upplifað hér í dáleiðslu til dæmis á Íslandi og líka að fara í hálendin ég hef bara verið út að keyra í gegnum hálendin og skyndilega fengi þessa tilfinningu að ég væri komin heim og svo fengi tilfinningu þarna var ég í þessu lífi og gerði svona og þetta, ég sá þetta allt fyrir mér, ég var bara vjóð þarna á þessum stöðum, þetta bara inn í þessar upplifanir, bara eins gott að vera góður ökumaður. Já, eða vera bara ekki í bíl þegar maður upplifir þetta. En við hefðum aldrei farið á alla þessa staði, það voru svona ákveðnir staðir sem hafa kallað á okkur. Já. Og við höfum upplifað ótrúlega mörg líf, báðar tvær á litlum bletti, þannig séð. Já, og á þessum bletti sem að við vorum leittar að, við tókum upp á því nefnilega í fyrstu sameiginlegu ferðin okkar til Skotlands. Reyndar var Alma var búin að fara eina ferð og ég var búin að fara eina eða 2 ferðir og ég líka bara í sitt hvoru lagi en svo þegar við fórum saman þá ákveðum við bara að ferðast með hjartan eins og við köllum það þannig að við vorum með svona grófa leiðarlýsingu en vissum samt ekkert almennilega hvert við værum að fara og við leyfum hjartan að ráða og hjartan leitt okkur á þessa staði þar sem við síðan upplifum bæði sameiginleg líf, alveg töluvert af sameiginlegum lífum og einnig bara lífi sér hvort lagi. Og þessi vinna með fyrirlífin hefur hjálpað okkur alveg helling á okkar andlega ferðalagi. Og bara dásamlega gott að vinna í gegnum og finna og upplifa. Já. Bæði þetta
góða og líka erfiða. Já, og að reynsa það út, því það ýmislegt náttúrulega úr þessum fyrirlífum sem að var að hindra okkur, sem að við gátum unnið með það. Já. Og svo náttúrulega þessi tenging við náttúru Skotlands, við orku Skotlands sem að mjög ólík orku Íslands á margan hátt og löndin séu kannski svipuð svona á að líta, allavega þetta í hálöndunum alveg landslag sem við þekkjum, getur við sagt. En orkan er alveg gjör ólík. Og það eru náttúrulega eins og steinarringir sem við förum í og annað sem að eru bara algjörlega magnaðir staðir og þó að það sé reynt að skrifa söguna og hvers vegna þeir voru þarna annað, þá mjög áhugavert að fara og upplifa sjálf hvað við erum að finna og hvernig við tengjumst þessu og hvaða sögu jafnvel þeir sem hafa verið þar eru að segja okkur. Það er mjög áhugavert að fara einmitt með svona andlegan hóp í steinarring til þess að sjá hvaða skilaboð koma. Því að stundum lærum við miklu meira sögu steinarringsins af því að hlusta á skilaboðin sem koma til fólksins sem er með okkur heldur en að lesa það sem hefur verið skrifað, en það kannski mikið af því sem skrifað byggt á munum sem að ekkert samhengi á milli, sko. Nei. Og þessi andlegi þáttur oft tekin út, sko. Algjörlega. Já. Og orka steinarringina líka bara töluvert ólík. Já. Og þeir gegndu líka bara mismunandi hlutverkum. Já. En svo erum við að tengja okkur líka við náttúruverur, bæði í vötnum og skógum, fjöllum og fleira. Þannig að við erum að tengja okkur við fjölbreyttar tegundir af náttúruverum og fjölbreytta orku. Og okkur var leiðbeint að bæði landið og fólkið á báðum þessum stöðum þyrfti á því að halda að þessi tenging yrði. Þannig að Íslendingar þyrfti að tengjast við orku Skotlands og á móti þyrfti orku Skotlands að fá að tengja við Íslands og fá að flæða þarna á milli, að byggja þessi brú. Já. En það eigum við náttúrulega mörg hver DNA frá Skotlandi. Við eigum þessar og Bretlandseyjar komu þarna. Já. Og þannig að það er líka ákveðið sem við erum að vinna með í þeirri tengingu sem að skiptir máli í dag. Það er heila. Já, og DNA sem er í okkur kemur, það er allar líkur til þess að það komi frá konum sem rætt var af Bretlandseyjum, fluttar nauðugar til Íslands, þannig að það er mikið tráma þarna á bakvið sem að mjög áhugavert að skoða og vinna með. Þannig að þetta er spennandi og okkur bara ótrúlega mikil upplifun fyrir okkur að fara allar þessar ferðir. Já. En á næsta sumar þá ætlum við að gista í þessu flotta húsi sem er á myndinni, Dalvey House. Það er nálægt alveg við bæinn Forres og er mjög stutt frá Findhorn fyrir þá sem að þekkja hvar Findhorn er. Og í húsinu eru 9 herbergi á efri hæðinni, það er ekki lyfta. Það eru 5 herbergi með sérbað og 4 sem deila 2 baðherbergjum. Og við ætlum að hafa okkar eigin matreiðslumann með okkur. Verðum með enga kokk á svæðinu. Og þetta er svona típist skoskt svona ættaróðal. Það er byggt árið 1798 og hefur verið í eigu sömu fjölskyldunar, þessar MacLeod fjölskyldunar frá upphafi. Og þau eru núna að bjóða upp á gistingu í þessu húsi, gistingu og alls konar viðburði, en við fáum húsið út af fyrir okkur og verðum bara með allt húsið. Og svo eru það stendur á tiltölulega stóru landi, þannig að við höfum aðgang að görðum sem eru allt í kring og það sem er bara rosalega mikið af gróðri og lífi sem áhugavert verður að tengjast og kynnast. Já. Og það er nú pláss fyrir alla í húsinu og það skiptir okkur líka máli, þannig að við getum verið að njóta og að við séum ekki að við séum, ef við viljum vera ein, að við getum fengið að gera það, en líka að hópurinn hafi nóg pláss til að vera saman. Við vorum á mjög góðum staði í fyrra, en það var ákveðnir hlutir sem að vanta aðeins upp á sem við teljum okkur vera að fylla upp í eða náð þeim algjörlega á þessum stað. Og við erum bara svolítið heillaðar af þessu húsi og búnar að fá skilaboðum að þar mun okkur líða vel og þetta sé algjörlega réttur staður til að vera á allavega í þetta skipti. Já, við erum mjög spenntar að tengja við þessu orku í húsinu og
þetta bara fallegur staður, skógurinn í kring og akrar og annað þarna sem við getum notið þess að fara í gönguferðir og líka bara sita út í garðinum og hugleiða og annað því við erum þarna í algjörum friði. Já, það við erum alveg svolítið fyrir utan bæinn, ég held að við erum að svika 50 mínútna gangur inn í bæinn en það er auðvelt að panta sér leigubíl og bara 5 mínútur að keyra. Já, bara 5 mínútur að keyra inn, þannig að það er alveg möguleiki þegar þið eigið frjálsan tíma sem nú ekki mikið, en samt á eitthvað að taka sér leigubíl inn í bæinn. Já. Ferðatilhögun, ferðin er sett upp sem 8 dagar og þá eru 2 ferðadagar þar inni. Það er ferðin frá Stirling og þar sem við ætlum að byrja, þannig að þátttakendur í ferðinni, þeim er frjáls hvort að við komum með EasyJet og flúið til Edinborgar eða komum með Icelandair og flúið til Glasgow. Flugin er náttúrulega Icelandair flýgur á hverjum degi, EasyJet bara nokkrum sinnum í viku, þannig að það er alls konar möguleikar í gangi. En við ákváðum að hittast í borginni Stirling sem er sirka jafn langt frá báðum borg. Það er bæði frá Glasgow og Edinborg, þetta er svona ákveðin miðpunktur þar sem við getum hafið ferðin. Og það er líka auðveldar samgöngur frá bæði Edinborg og Glasgow til Stirling. Já. En á fyrsta deginum að þá hittust við seinni part, við útskýrum aðeins af hverju aðeins síðar, en við stoppum við hjarta Skotlands og tengjum við það á leiðinni upp í Hálöndin og á leiðinni til Dalveyhouse. Og ætlum að vera þar bara í húsinu allan dag 2, þar sem við erum að hugleiða og vinna saman og tengja okkur saman og tengja okkur við landið og skoða svona okkar ásetning fyrir ferðina. Og fyrir við svolítið inn á við og erum að skoða hvað erum við að gera hérna og hvers væntum við á ferðinni. Og svo eftir það, þá förum við á stað. Við ætlum að heimsækja Clavacairn sem er steinarhingur og Cator Kastala sem er algjörlega magnaður kastali með kristalskúlum og viljum eiginlega ekki segja mikið því að það er svo bara magnað að fara þarna og upplifa. Já. En þetta er akkurat, já, þetta er bara alveg æðislegur staður að fara og kom okkur eiginlega mikið á óvart þegar við fórum síðasta vor og og ég veit að kom mörgum á óvart sem voru með okkur ýmsar tengingar sem þarna voru sem við höfum ekki gert okkur grein fyrir að væru. Já. Svo ætlum við að heimsækja Findhorn og Findhorn Eco Village, andlega þorpið og við fáum leiðsögn þorpið og borðum rosagóðum matur. Já, Findhorn, fyrir þau sem ekki vita, þá er Findhorn svona og hefur verið andlegt þorp frá því bara 8. áratuginn, 1970 eitthvað held ég þess að verið startað og þetta er svona hálfgerð hippakommúna. Það er rosalega gaman að koma að það. Mikið svona samfélagsvitund og umhverfisvitund og mjög andlega þenkjandi íbúar og alveg stórmerkilegt fólk að hitta. Sjamaninn okkar býr einmitt í Findhorn, Karen, og leiðir okkur í gegnum athöfn í náttúrunni í kring sem er alveg mögnuð. Það var athöfnin með Karen og eitt af því sem fólk nefndi að væri ofboðslega sérstakt að fara í gegnum og staðið einstakt að upplifa. Þessi 4. dagur er í Findhorn Village, Findhorn þorpinu. Mjög stutt að fara. Já, stutt að fara og bara dásamlegur staður að dvelja. Svo ætlum við að fara í smá ferðalag. Við ætlum að fara og heimsækja Nessie, Loch Ness og annað vatn, Loch Tarf og Fort Augustus sem er lítill bær við endan á Loch Ness. Þarna ætlum við að tengja við verur og við förum rólegu leiðina. Það er svo gaman að það er nefnilega hraðbraut öðrum megin en hinum megin er rólega leiðin og það þarf reglulega að stoppa til að mæta bílum og svona. Og förum niður að vatninu og njótum þess að eiga svona rólegan dag saman. Það er alveg dásamlegt að fara niður á Loch Ness og tengja bara, það er ekki bara við Nessie heldur, það er bara svo mikið að vera í vatninu og við fengum svo mögnuð skilaboð frá verunum þegar við vorum þarna síðast. Það verður gaman að vita hvað næsti hópur, svona þegar við erum reglulega að fara að heimsækja með fólk, þá fáum við alltaf meira samhengi í skilaboðinu náttúrulega sem við erum að fá. Og líka bara upplifunin af því að vera saman í hóp, þó ég hef verið að fara í 4. skiptið, að þá
hef ég aldrei upplifað eins mikið eins og með þessum hóp og það alltaf bara dásamlegt. Svo á degi 6 þá ætlar hún Lauren að heimsækja okkur. Lauren Loughrey frá Herbal Homesteads heitir það. Og hún sérfræðingur í jurtum og hefur lært mjög margt jurtir, garðyrkjufræðingur held ég heiti og eitthvað alls konar. Og hún ætlar að leiða okkur garðana þarna í kringum Dalvey House og tína með okkur jurtir sem að við ætlum annars vegar að gera smyrslur eða krem og hins vegar að tína í te. Þannig að við eigum eftir að ætlum að eiga þetta hálfan dag með henni og njóta og hún uppfull af fróðleik og stundin með henni var einmitt líka tiltekin af þeim sem komum með okkur síðast sem eitt svona hápunktum ferðarinnar. Alveg magnað að sjá hvað mikið í nærumhverfinu af jurtum. Svo getum við verið beint heim eftir ferðina að tína. Já. En á degi 7 förum við svo í Corrimoney Cairns sem að líka steinarhringur, gjörólíkur Clavacairn og inn í Glen Affric sem að friðland og þar ætlum við að njóta þess að tengja við ána og við náttúruverurnar sem í skóginum. Þetta eldgamall skógur, þetta hluti af gömlum skógi sem búinn að vera í 10.000 ár í Skotlandi og bara dásamlegt að fara þarna og eiginlega líka bara ævintýri að keyra veginn og að fara að flauta fyrir horn. Já. Og bara fá að vera þarna hálfan dag inn í á þessu svæði. Þetta bara einn af mínum uppáhaldsstöðum í heiminum held ég. Já, og bara svo gjörólík orka sem við erum að ferðast á milli alla þessa daga. Þetta mismunandi upplifanir, mismunandi orka, mismunandi verur og þetta svona eins og hlaðborð. Algjörlega. Já, fyrir öll skilningaviti. Hver dagur ólíkur en samt dásamlegur. Já. Og svo síðasta daginn á degi 8, það heimferðardagur og þá bara lagt eldsnemma á stað frá Dalvey House og brunað í átt að Glasgow og Edinborg þar sem hægt þá að taka flug tilbaka eða lengja ferðin. Já. Og vera nokkra daga yfir. Praktísku atriði, það nú alltaf gott að fara yfir þau. En inni í verðinu, og við förum hérna í verðið á eftir, en þetta í rauninni ferð þar sem allt innifalið. Svona nánast, það gisting og morgunverður, allar máltíðir, allar rútuferðir, sem sagt frá og með Stirling og þangað til við komum þangað aftur, frá fyrsta degi til lokadags. Öll skipulögð afþreying í leiðarlýsingu og öll námskeiðsgjöld, efni, aðgangsseirir og leiðsögn, aðkeypt leiðsögn, fjölbreyttar huglistur og verkefni sem að við leggjum til. Morgun- og kvöldstundir, við leggjum mikið upp úr því að opna dagana og loka dögunum og svo leiktar samtengingar og huglistur út í náttúrunni þar sem við erum að tengja okkur við Magnað Skotlands. Og svo náttúrulega okkar leiðsögn að vera alla daga. Við erum með hópnum allan tíma og erum aðgengilegar hvenær sem Já, og einmitt eins og við sögðum áður, við verðum með okkar einkakokk sem að getur sinnt öllum okkar þörfum. Já. Eins og hvaða þarfi sem það okkur sem óþarfa eða ofnæmi eða hvað sem Og þeir hafa vandað sig mjög vel við það að koma til móts við allar sérþarfir ef einhverjar eru. Já. Og hver geta farið í ferðina? Allir, fólk á öllum aldri sem að með fallegt og forvitið hjarta, opið og þeir sem taka þátt í allir dagskránni. Það ekki í boði að ferðast með ferðafélaga eða maka sem ætlar sér ekki að koma með í ferðirnar. Þannig að öll pláss í ferðinni eru ætluð þeim sem ætla að vera með í allir dagskránni. Og þetta hugsað fyrir alla hvort sem fólk byrjendur eða þá sem eru lengra komnir og fyrir þá náttúrulega sem vilja ferðast á nýjan hátt. Ferðast rólega, hægt og rólega og opna og tengja. Já, og við gefum okkur góðan tíma á öllum stöðunum og gott rými til að upplifa, til að deila, tala saman og að njóta bara nærverunar við náttúruna og hvort annað líka sem svo mikilvægt. Það þarf að vera sæmilega ferðafær, það eru rólegar göngur.
við segjum hérna stundum eru alltaf 1 klukkustund. Það er nú aðalega í Finntón þegar við löbbum í leiðsagnatúrnum þar, þá erum við alveg að labba í klukkutíma og svo þurfum við að labba líka með Karen. Já, þannig að það svolítið ganga en hún róleg. Já. Og við höfum náttúrulega gert okkar besta bara til að laga okkur af því að sumir ganga hraðar og það allt í lagi og sumir ganga hægar og það líka bara í fínu lagi. Skiptum við okkur bara því við erum þær. Já, akkúrat. Það ekkert mál. Og það var alveg fólk á öllum aldri sem kom með okkur síðast og gekk bara fínt. Og bara ef við þurfum göngustafi þá tökum við göngustafina bara með. Við getum yfirleitt alltaf tilt okkur niður inn á milli og annað þannig að það eiga svona flestir sem eru tilbúnir að ganga aðeins en við erum aðeins á ójöfnu landslagi. Það eru enga gangstyttir. Ekki alls staðar þar sem við erum. Nei. Og þetta mikil útivera þannig að maður vera tilbúin og geta verið mikið úti. Við auðvitað reynum að gæta þess að við komumst alltaf á klósett öðru hvoru og þessi praktísku hlutir. Já. En við þurfum að vera viðbúin því að þurfa að vera kannski standa svolítið og labba aðeins og vera úti. Það er nauðsynlegt að eiga ullargalla og reggalla. Ég vil læra það. Ég vil læra það. Þó að veðri getur verið alls konar, þá gott að eiga góð föt. En við erum með góðan samning við veðurguðina. Já. Þannig að við getum ekki sagt að hafi rignt á okkur. Nei. En það var oft svona rigning þegar við vorum á leiðinni á milli staða og svona þannig að það var, svo stytt upp leið við komum út úr rútunni eða út úr húsinu þar sem við þurftum að vera úti, þá hættar ekki. Þannig að við vorum alveg ótrúlega heppin og vorum náttúrulega búin að semja þetta fyrirfram. Þannig að, og við gerum það bara aftur núna og það gengur örugglega bara vel. Það gott að skilja ensku en við túlkum á íslensku fyrir þau sem vilja og það nauðsynlegt að láta okkur vita fyrirfram ef að það þarf túlkun þannig að við séum viðbúnar við því að fólk geti fylgt okkur eftir og annað þeir sem á þurfa að halda og það gekk bara fínt hjá okkur. Við erum að hitta fólk sem að veita okkur leiðsögn á ensku bæði í Finntón þorpinu í Kastalanum, Kátor Kastala og svo talar Loren jurtakonan talar ensku. Þannig að við getum að sjálfsögðu túlka fyrir þau sem að treysta sér ekki til að skilja allt sem við verðum að segja en við þurfum að vita það. Allavega í upphafi ferðar, það þarf kannski ekki að láta okkur vita mörgum vikum fyrirfram. Nei. En bara þannig við vitum og gerum ráð fyrir því inn í tímanum. Og þá að verðið. Já. Má ég kannski segja eitt áður með tíman akkurat. Við náttúrulega leggjum áherslu á það að dagarnir séu þó að sé dagskrá allan daginn að við erum ekkert að flýta okkur. Við erum að leggja áherslu á það að við förum rólega yfir og getum notið á hverjum og einum stað. Þannig bara flýtti ég mér að En maður skrifstofustjóri að gelta hérna. Ég skal bara opna fyrir henni og með þú græðir það. Já. Verðin, það eru hægt að velja 3 kosti í gistingu. Það eru eins og áður sagði 5 2 manna herbergi með baði í húsinu. Það eru 4 2 manna herbergi með sameiginlegu baði og sem geta þá verið notuð sem einsmanns herbergi með sameiginlegu baði og það skýrir verðmunin. Og eins og við sagðum, það í rauninni allt innifalið í þessu verði nema flugið og ferðir til og frá flugvelli og ferðir frá flugvelli til Stirling þegar út komið. Annað inni í verðinu og í fyrra þá buðum við líka upp á 2 manna herbergi og einsmanns herbergi og ef þú kaupir pláss í 2 manna herbergi og ert ekki með vini eða félaga sem ferðast með þér þá sjálfsögðu bara útlitaður ferðafélagi í þitt herbergi og það gafst mér ótrúlega vel í síðustu ferð. Það bara mjög fallegur vinskapur og líka bara hópurinn náðu svo ofboðslega vel saman og kannski segja frá því að við gerðum ekkert endilega ráð fyrir að allir vildu alltaf vera saman. En gáum frjáls kvöld þar sem fólk gat bara valið sér veitingastað og farið að borða. Það vildu alltaf allir fara saman. Þess vegna ákveðum við núna að hafa allt sameiginlegt. Bara fenginni reynslu. Það þarf að greiða staðfestingargjald við skráningu sem er 750 pund
Já. og það það bil 140.000 á gengi dagsins í dag. Gengið náttúrulega bara aðeins misjafnt eftir bönkum og eða kortum og annað. Af því eru 250 pund óafturkræf ef ferðin yrði felld niður af einhverju ástæðu. Það 46.000 eða ekki, svo sem óendurkræf af þessu staðfestingargjaldi. En við náttúrulega sjálfsögðu ætlum að fara í þessa ferð. Já, við höfum engar Nei, við erum ekki áhyggjur af því. Nei. En ef að hægt við ferðina 90 dögum eða minna fyrir áður en við sem sagt leggjum á stað, þá lækkar upphæð endurgreiðslunnar. En við mælum náttúrulega með að bara skoða skilmála ferðaskrifstofunnar sem Trip Organizer og það ferðaskrifstofan sem við unnum með síðast og það svona lítil fjölskyldu rekin ferðaskrifstofa í Edinborg sem að þekkir svæði vel og þau hafa náttúrulega langa reynslu af ferðaþjónustu og því ég það sameiginlegt, þú og hún Beryl, vinkona okkar, að hafa henni hjá Ferðamálastofu, önnur á Íslandi og hinn í Skotlandi. Já, meira segja á þeim tíma sem að ég var að vinna samstarfsverkefni við Ferðamálastofu í Skotlandi, að vinna þar. En deildin hennar, ég rakst ekki á deildin hennar, þannig að ég hitt henni. En þau skipulögðu ferðin okkar í sumar og eru aftur að skipuleggja hana. Og það Trip Organizer sem að selur ferðina með okkar. Við tökum ekki við neinum greiðslum hérna í okkur, en það eru við ekki ferðaskrifstofa. Við sjáum fyrst og fremst bara að skipuleggja ferðina og svo að leiðsegja. Já, skipuleggja dagskrá. Já, skipuleggja dagskrá og leiðsegja. Það hægt að greiða ferðina náttúrulega í eillingreiðslu eða dreifa í 3 hluta og þá væri greitt 1000 pund, cirka 186.000 1. febrúar og eftirstöðvar 1. apríl. En við náttúrulega vitum aldrei, gengið var aðeins hagstæðara þegar við fórum núna í sumar. Þannig að við vitum aldrei hvernig það getur verið hagstæðara að geyma, það getur verið... það svolítið lotterí. Þetta bara, já, en kannski ekki stórar upphæðir sem þú meinar. Nei. Það einhverjum 1000 kallar til eða frá. Já. Eða 100 kallar í sumum tilvikum. Já, akkurat. Já, við gerum okkur alveg grein fyrir þetta alveg upphæð, en ástæðan fyrir þessu verði náttúrulega fyrst og fremst það að við erum í okkar eigin húsi núna. Það orðið dýrt að gista. Og það dýrt að gista og verðin hafa bara öll hækkað síðan við skoðum sömu gistimöguleika og síðast og þar voru verðin bara sambærileg við það sem við fá núna. Þannig að verðin eru að hækka og það einhvern veginn hækkar allt bara. Já, við svo sem tókum þetta saman og þegar við horfum á þessu deilt í 7 daga þá sáum við að þetta voru borga á dag einhver 68.000 fyrir gistingu, fullt fæði og alla afþreying. Sem alls ekki mikið, sem alls á leiðsögn, sem alls ekki svo mikið ef maður brýtur það þannig. Sko. En praktísku atriðin, framhald. Flugið náttúrulega ekki innifalið, en það eru 2 möguleikar í beinu flugi til Skotlands sem annars vegar Icelandair til Glasgow eða EasyJet til Edinborgar. Og við höfum nú nýtt okkur bæði og báðir kostir eru bara mjög góðir. Já, þeir eru til fíns. Það verður safnað saman í Stirling, eins og Hrafn sagði áðan, út af því að það klukkustundaferð með rútu og lest frá Glasgow eða klukkutíma rútuferð frá Edinborgarflugvelli. Þannig að við ætlum að safna saman á einum stað og við förum frá Stirling klukkan 4 á fyrsta degi fyrir þá sem að koma með Icelandair-fluginu, þannig að þeir geti náð að vera með okkur og það sé hægt að ferðast til Skotlands á fyrsta degi og heim á degi 8. Í raunin eru bæði flugfélög sem að fljúga frá Íslandi til Skotlands þennan fyrsta dag. Þannig að sem hendar ágætlega, EasyJet-flugið lendir aðeins fyrr, það lendir 11:30, Icelandair-flugið lendir 11:30. Þannig að farþegar með hvoru fluginu sem hafa góða möguleika á að koma sér til Stirling á bara góðum tíma, eins og segja það klukkutíma ferð þarna á milli og hagstæðar rútuferðir sem við erum bara að skoða tímatöflunar og það alveg nógu tími til að koma sér af flugvelli inn í rútu og til Stirling. Og við könnuðum aðeins verðið á fluginu í dag. Það með Icelandair það bil 54.000 með töskum og það það bil
35.000 með tösku með EasyJet en þá heimferð ekki fyrir 14. júní þannig að það auka dagar. Ferðaskrifstofan Trip Organizer getur aðstoðað með gistingu og skoðunarferðir fyrir þá sem vilja vera jafnvel lengur, vilja kannski fara til Edinborgar þann 11. og vera til 14. Edinborg náttúrulega bara dásamleg borg að vera í. Og ef það einhverjir staðir sem langar að skoða þá eru þau með þessar litlu ferðaskrifstofu og eru að fara í svona minni ferðir. Og að gera, láta okkur vita ef áhugi á því þannig að við getum talað við þau. Á skráningablaðinu sem við förum aðeins yfir og eftir, en þegar þið skráið ykkur þá hafið þið kost á að merkja hvort þið viljið vera með í hópfargjaldi og við ákváðum að við ætlum bara bjóða upp á það að kanna verð hjá Icelandair fyrir hópinn. Það verður aldrei lægra en þessi tala sem við sjáum hér, hún verður líklegast aðeins hærri því hópfargjöldin eru ekki ódýrari, eini munurinn að það hægt að borga þau í tvennu lagi. Það þarf að borga staðfestingu og svo þarf að klára borgarfarið 6 vikum eða 8 vikum fyrir flug. En við gerðum það síðast, það þurfa 10 manns að fara með fluginu til þessi hópfargjald og þá þarf að borga 15.000 innan einhverja daga frá því að tilboðið kemur og svo eftir stöðar hann, svo segir. Þannig að þegar það skráð sig þá hægt að láta okkur vita hvort þið kjósið að vera með í hópfargjaldi. Og við könnum það þá bara og látum vita ef við náum ekki í hópinn eða ef það bara hreinlega óhagstætt. Við gerum ráð fyrir að við förum með öðru hvorufluginu út. Já, við förum það út, það nokkuð ljóst. Þannig að það einhverju sem vilja fylgja. Já. En bestu meðmælin með svona ferðir náttúrulega bara reynsla þeirra sem hafa farið í ferðina og við fengum náttúrulega með alveg magnaðan hóp með okkur í fyrstu ferðinni og þetta var eina af uppáhaldsferðinum sem ég hef farið bara í lífinu þó að ég hef verið leiðsögukona í þessari ferð. Það bara, ég sjaldan notið þess eins mikið að vera á ferðalagi eins og með þessum hópi því þetta var bara, þetta var algjörlega einstakt. Og að vera líka með fólki sem með opið hjarta, það allir tilbúnir að gefa kærleika, að deila reynslu, að upplifa. Og bara allt það sem mér fannst svo magnað var að fólk sem hafði aldrei hist og við höfum ekkert hitt alla sem að koma með okkur að þetta var hópur frá bara fyrstu stundu. Og allir með þann ásetning að fara og njóta og upplifa. En ef við ekki bara lesa eins yfir umsögnar og við spurðum hvað gaf ferðin þér andlega orku og það besta var að vera með fólki með sama andlega áhuga. Hún gaf mér enn betri tengingu við náttúruöflin, álfana og aðra náttúruverur. Það gerðist eitthvað stórkostlegt, ævintýralegt og töfrum líkast í ferðinni. Þú viljum taka þetta líka í síðar. Að upplifa hjarta Skotlands, fara inn á við og upplifa umhverfið og náttúruverurnar. Að vera í skemmtilegum félagsskap með fólki með sömu lífsýn. Og svo fengum við umsagnir okkur líka. Það bara að kunna þetta, að skipuleggja og halda þetta hópa flottar saman. Jákvæðar og alltaf reiðubúnar að aðstoða og hafa gaman. Ég vil bara koma á framfæri þakklæti fyrir einstaka leiðsögn og ummikið þeirra í ferðinni. Tíminn flaug bara allt og hratt og vonandi líður tíminn hratt að næstu ferð. Þetta þótti okkur mjög vænt þessu. Og við vitum að það alveg hópur af þessum hópi og alveg töluvert mörg af þeim sem kom með okkur síðast sem bíða eftir því að fara í framhaldi með okkur. Og sumir jafnvel sem að koma aftur í vor. En þegar við báðum fólk að lýsa ferðinni þá komu svona nokkuð skemmtileg komment. Spennandi, ögrandi, þroskandi og upplýsandi. Mögnuð upplifun. Einstök ferð í alla staði og ég mæli heilshugar með henni, ferð sem verður ofarlega í mínu hjarta sem eftir og ég vona að það verði framhald á. Ævintýri, stórkostleg upplifun og samhentur hópur. Ferð sem við tengjum okkur við það sem við vissum innst inni en vorum búin að gleyma og núna komið upp á yfirborðið. Það var svona framál. Yndislegar upplifanir. Og eins og segi, ég bara brosi því ég hugsa mér hóp, þau voru algjörlega dásamlegt og ég efast ekkert að næstu hópur verði það líka. Það var svo gott í hjarta að rifja upp ferðinum. Akkurat. En við ætlum að vera með sérstakt tilboð til 4. nóvember
og að bjóða þeim viðskiptavinum sem að skrá sig í ferðina og borga staðfestingargjaldið upp á 3 mánaða áskrifta hjartaagrinum okkar, andlega samfélaginu okkar á vefnum, þeim að kostnaða lausu. Við fá ókeypis 3 mánaða áskrift á hjartaagrinum þau sem að skrá sig og borga staðfestingargjald fyrir 4. nóvember. Þeir viðskiptavinir sem vilja koma í ferðina en eru þegar áskrifundur á hjartaagrinum fá að sjálfsögðu líka 3 ókeypis mánuði sem þeir geta þá valið hvort að þeir nýti það innan þess áskriftatíma sem þeir eru þegar búnir að skuldbinda sig eða hvort þeir vilja bæta fyrir aftan áskriftatíma. Og þetta er náttúrulega gert til þess að gefa fólki tækifæri að kynnast okkur betur og sjá bara hvernig að vinna með okkur. Og ekki það er skemmt fyrir ferðinni að fólk hafi ekki, en okkur þótt þetta skemmtilegt að fá að vinna með ykkur áðurnum fyrir ferðina. Já. Og það er svolítið mynd frá, við erum í Finntorn í leiðsögn. Þetta eru tunnuhúsin. Tunnuhúsin, alveg, voru eins og viskítunnur, gaman því. Það er allt endurnýtt, sko. Já. En skráning, já. Gjörðu svo vel. Já, þakka þér fyrir. Ferðin er komin upp á vefnum okkar. Það er hægt að kaupa hana þar. Það lesa nánar leiðarlýsingu líka. Já, það er hægt að fara yfir leiðarlýsinguna aftur. Og það þarf að gera tvennt. Annars vegar þarf að skrá sig í ferðina og fylla út eyðublað sem birtist og þetta eru nappar alveg skýrt neðst á síðunni. Og eyðublaðið er fyrir okkur til að halda utan hópinn og er alveg óháð bókun og greiðslu í ferðina. Það eru upplýsingar eins og ef það er einhver mataróðþol eða annað, óskir herbyggi svo við getum líka raðað fólki í herbergin. Herbergisfélaga. Já. Og hvort að þau vilji vera með í hópbókun hjá Icelandair. Já. Og ef við náum í nógu marga þá gerum við það sjálfsögðu. Og við glemdum líka að segja það áðan að það er lágmarksþátttaka í ferðina eru 14 manns og hámark er 18. Þannig að við verðum aldrei fleiri en 20 í heildina. Sem er óbúslega þægileg stærð að ferðast í. Svo er að kaupa ferðina, það er á vef Trip Organizer Scotland og á vefnum okkar þá þarf að ýta á hnapp sem heitir kaupa ferð hér og sem leiðir þig á bókunar og greiðslusíðu ferðaskrifstofunnar og þá slærðu inn upplýsingar og gengur frá greiðslu. Svo átt að fá þá áminningu ef þú skiptir í frett og þegar næsta greiðsla er. Já. Og þú ert ekki búin að tryggja sætið í ferðina fyrir að ljúka báðum þessum skrefum. Þannig að skila inn skráningarblaðið til okkar og að ljúka staðfestingargreiðslu og staðfestingargjaldi eða allri ferðinni eftir hvað þú kýst að gera inn á vefnum hjá Trip Organizer. Akkurat. Og við erum bara með þennan takmarkaða fjölda af herbyggjum. Já. Þannig að það eru bara viss mörg herbergi í hverjum verðflokki. Það eru 5 herbergi með baði og 4 herbergi án baðs. Og það eru bara hægt að fá einsmannsherbergi, ekki án baðs, heldur með sameiginlegu baðherbergi. Já, það eru 2 herbergi sem deila baðherbergi. Já, og það er bara hægt að kaupa sér einsmannsherbergi með baðherbergi sem er deilt með öðrum. Þannig að svo fer bara eftir hverjir eru fyrstir að kaupa, hverjir fá hvaða verðflokk fyrir sig. Já, akkurat. En við kannski nefndum ekki verðin í íslenskum krónum. Nei, við kannski gerum það. Já, 2 manna herbergi með baði miðað við gengi dagsins í dag er 488.479 krónur. Já, 489.000. 2 manna herbergi með sameiginlegu baði er 451.000 og einsmannsherbergi er á 563.000. Þá með öllu tímabundum. Með öllu nema flugi og ferðin til og frá störfum. Já. Þá er nú spurningum hvort það séu spurningar. Spurningar, já. Það að gera svona. Eru einhverjar spurningar? Þú vorum bara Nei, það voru mjög skýrar, greinilega mjög skýrar. Enda vönduðu okkur alveg þetta. Já, sko mikið. En það er að sjálfsögðu hægt að horfa á þennan kynningafund aftur. Við setjum upptöku af honum inn á samfélagsmiðlan okkar og sendum ykkur líka sem voru skráð á fundin, sendum ykkur tengil þar sem þið getið hlustað á fundin.
Það er sjálfsögðu alltaf hægt að senda okkur fyrirspurnir á netfangið okkar info@starcoachacademy.com eða hafa samband í gegnum samfélagsmiðla. Við erum alltaf tilbúin að svara spurningum. Og ef ykkur vantar aðstoð við eitthvað Já. og þegar þið eruð að bóka ykkur þá er eitt skráningarblað hjá okkur fyrir hvern farþega en það er að bóka fleiri saman hjá Trip Organizer. Já. En annars erum við bara ótrúlega spenntar að fara í þessa ferð Spenntar. og Við ætlum hlökkum mikið til. Við glemdum að minnast það, við ætlum að fara 2 ferðir í vor. Já. Við ætlum að fara fyrri eina viku með íslenskan hóp og svo förum við, hvílum okkur 2 daga og svo tökum við enskumælandi hóp eftir að íslenski hópurinn er farin. Þannig að við tökum 2-faldaferð. Já, leyfa fleirum að upplifa og njóta Já. með okkur. Þannig að ef við þekkjum einhverja enskumælandi sem langar í svona ferð til Skotlands, endilega látið við vita. En 4. til 11. júní, Já. Hálöndin í Skotlandi, þar sem við ætlum að njóta og þetta er bara sannkölluð upplifunarferð fyrir hjarta og sál og já, eins og við sögðum áðan, bara ánægður viðskiptavinur er besta auglýsingin og Já. þykir alveg óbúrslega vænt þessar upplifanir. Og við bara hlökkum til að heyra frá okkur og ferðast með ykkur sem Já. ákveða að koma með okkur. Þannig að takk innilega fyrir í dag Fyrir. og við heyrumst og